Þá eru það dæmi 31 og 34 í æfingu 4.7. Hraði vélbáts í kyrrstæðu vatni er 8 km á klukkustund. Það er að segja að vatnið er ekki á hreyfingu, þá getur hann siglt á 8 km á klukkustund. Það tekur bátinn alls 12 klukkustundir að sigla 24 km upp eftir fljóti og sömuleið tilbaka. Hver er straumhraði fljótsins? Hérna þurfum við að setja upp að straumhraðinn sé f(x) og þá setjum við þetta upp af því að við erum að vinna með að tími er ekkert annað en vegalengd deilt með hraða. Alveg eins og hraði er vegalengd deilt með tíma. Ef við færum þetta yfir jafnaðarmerki þá getum við umskrifa formúluna svona. Og upp þá erum við með vegalengdina 24 en tíman, hraðan segi ég, 8 mínus x. Af því við erum að fara upp, þá erum við að sigla á móti ánni og þá drögum við hraðan á ánni frá hraðanum á bátnum sem er 8 ef vatnið var ekki á hreyfingu. Niður er þetta öfugt. Þá erum við með 24 og 8 pluss x. Og ef við leggjum saman tíman sem við fáum út úr þessu hérna, tíman upp og tíman niður, þá erum við komið með allan tíman. Það er að segja 24 8 mínus x pluss 24 8 pluss x. Þá fáum við út heildartíman sem er 12. Og nú erum við komið með jöfnu sem við getum unnið út frá. Við ætlum að margfalda í gegnum hana með samnefnaranum sem er 8 mínus x 8 pluss x. Hér stytti ég út 8 mínus x, þá er bara eftir 8 pluss x. Hér stytti ég út 8 pluss x, þá er bara eftir 8 mínus x. Og fyrir aftan jafnaðarmerkið er allt eftir. Þannig að þetta endar svona hjá mér 24 8 pluss x pluss 24 8 mínus x jafnt og 12 8 mínus x 8 pluss x. Það verður svolítið langt. Og ég fæ svolítið stóra tölur út úr þessu. 192 pluss 24 x pluss 192 mínus 24 x jafnt og 1264 mínus x í öðru. Og svo ætla ég að fara bara svolítið hraðar í að draga þetta saman. Því það sem ég fæ út úr þessu er þá 192 pluss 192 er jafnt og 768 mínus 12x í öðru. Og ef ég dreg þetta saman færi sem sagt ég vil fá 12 yfir til þess að losna við hérna mínus, færi hitt tilbaka. Þá fæ ég 12x í öðru er jafnt og 384 x í öðru er þá jafnt og 32 x er jafnt og rótin af 32 x er jafnt og 5,66. Það er þá hraðinn á ánni. Við getum prófað að setja þetta inn til þess að athuga hvort að þetta passar. Það borgar sig í raun alltaf en ég ætla samt ekki að gera það í þetta skipti. Hjólreiðakappi hjólar 280 km vegalengd á tilteknum hraða. Ef hann hefði aukið hraðan 5 km á klukkustund hefði ferðin varað 1 klukkutíma skemur. Hver var hraði hjólreiðakappans? Hérna þurfum við að gefa okkur að til dæmis að hraðinn sé x og tíminn
sé y. Ég alveg eins geta haft öfugt. En við ætlum að gefa okkur, af því að vegalengdin er 280 deilt með tímanum er jafnt og x. Ef hins vegar, þannig segjum við bara vegalengd deilt með tíma er jafnt og hraðinn. Vitum ekki tíman og vitum ekki hraðan. En ef að tíminn hefði verið einu minni, það er að segja tíminn mínus 1, þá væri hraðinn 5 meiri, x plus 5. Og hér erum við komið með jöfnuhneppi. Við þurfum bara að umskrifa, við þurfum bara að setja inn, því við erum með x er jafnt og þá setjum við það inn í staðinn fyrir x-ið. Við tökum, þetta er það sama, þá tek ég þetta og setjum í staðinn fyrir þetta x hér. Þá fæ ég út 280 deilt með er jafnt og 280 deilt með y plus 5. Og nú þarf ég bara margfaldi í gegn með samnefnarum sem er y mínus 1. Hér styttist y-ið út, þannig að það verður bara y mínus 1 eftir. Hér styttist þetta út, þá er bara eftir y. 280 y er jafnt og 280 y mínus 280 og við 5 þarf ég að margfalda þetta allt saman pluss 5 y í öðru mínus 5 y. Og út úr þessu fæ ég, þegar ég flytt allt, nú ætlum ég að flytta bara allt vinstra megin til þess að fá þetta jafnt og 0. 5 y í öðru mínus 5 y mínus 280. Ég vil bara fá jafnt og 0. Þess vegna færði ég þetta allt yfir. Tek 5 út fyrir svega, y í öðru mínus y mínus 56 og þetta er eftir 0, það sem er inn í sveganum ætla ég að þátta í 2 svega, y og y, plus og mínus. Ef það er mínus báðum megin þá verði ég að hafa plus og mínus. Og hvað get ég margfaldað saman þannig að mismunurinn á því sé 1 og fengi 56 segi ég, það eru 7 og 8 af því að mínus hér þá er hærri talan með mínusin hér og nú leysum við þetta út. Y plus 7 er jafnt og 0, y er jafnt og mínus 7, y mínus 8 er jafnt og 0, y er jafnt og 8. Hér erum við að vinna með tíma, þannig að mínustala gengur ekki upp. Þannig að fyrst að tíminn er 8, við áttum ekki að reikna tíman en það reyndist bara auðveldara í raun að reikna hann fyrst. Fyrst að tíminn er 8, þá þarf ég ekki að segja nema 280 deilt með y sem er 8 og þá fæ ég hraðan. Og hraðinn er 35 kílómetrar á klukkustund. Það fæ ég með því að setja þetta inn í jöfnuna.